Góðan daginn, gott fólk. Við erum komin hérna í Biblíuþáttinn okkar sem við erum búin að vera með í tíma, nokkur ár. Okkur líka mjög vel við, eða ekki? Það er til. Segja það bara. En við ætlum að kveikja einu kerti á. En við getum það. Jó. Ba. Svo tilverðan að verði ekki grá. Ég er búinn að gleyma textunum. Það kemur fyrir bestu Hafnfirðinga. Og það ættu þú nú að vita sjálfur Hafnfirðingurinn. En þetta er kunnur staður sem við erum á. Og við hér í mjög góðu yfirlæti eins og alltaf. Búið að vera kalt úti svolítið núna í nokkra daga og mörgum er nú ekkert vel við hennar kulda ef hann er á mikill. Við getum náttúrulega mæðst yfir honum svo aðeins. En til hvers er það? Ekki ráð við veðrinu. En síðan hvenær höfum við ráð við veðrinu. En við vildum kannski. En svo er líka bara sumir sem að taka þessu eins og hverju öðru hundsbiti. Búin að sannfæra sig það er ráði nú engu, hvað þetta varðar. Er ráði nú öllu hvernig hann lætur þetta fara með sig. Þannig er nú þetta blessa líf okkar að við ráðum heilmörgum heilmargt. Og þess vegna líka venjum okkur á að láta gott á okkur leiða. Og við byrjum á byrjuninni og hver skyldi nú vera byrjunin? Jú, við höfum okkur sjálf í lagi. Og með okkur sjálf í lagi erum við ágætlega í stakk búin að leiðbeina öðrum. Að leiðbeina öðrum er auðvitað inn í myndinni. En stjórnsemi er ekki sama og leiðbeina öðrum. Það er svona vandi sem oft er á ferðinni. Hversu stjórnsum við erum. Og að því við erum stjórnsum þá getum við engan veginn lotið því að okkur sé ekki hlýtt að því við sögum. Þetta er svona hinn hliðin á hroka. Hroki hefur á sig marga hliðar og þetta er ein hliðin á hroka. Það er þessi stjórnsemi. Og stjórnsemi er annað orð yfir frekju. Og frekamannisku, okkur leiðist hún. Og það er ástæða til þess að láta sig leiðast hana vegna þess að hún er frekmanniska. Þannig að þú sem ert frekur og frek losaði við frekjuna vegna þess á baku frekjuna er þessi andstyggð sem heitir stjórnsemi. Drottinn segir sjálfur að hver maður ráði sínu lífi og hann segir þetta og meinar þetta þannig að hann hlutast ekki til það sem þú ert að gera og það er bara þannig. Og þetta veit ég og þetta veist þú sem þekkir Jesú. En það sem hann gerir, sem er gott, hann leggur inn í líf okkar ráð sem duga. Og að því hann veit að fólk er skynsamt og vill gera rétt, það er svona í eðli fólks, og þá sjá menn það að orð Guðs er nú bara harla gott sem leiðarvísir í gegnum þetta líf. Og það er þess vegna, þetta er algjör sjálfvilja ákvörðun af reynslu göngunar að þú ferð að tileinka þér orðið og gera það æ meira að þínu lífi og þínu lífsmóta. Og þetta er ávinningur í þessu því að þú sérð að orðið hefur alla tíð verið að segja þér sannleikann. En heimur lítur ekki þessu og hann hefur ekki leyfi til að lúta þessu vegna þess að það er Kristur sem kemur með þetta nýja, þessar góðu ráðleggingar til sín
en fyrst vill hann fá manninn yfir til sín. Þannig þetta ákveðið kerfi í gangi á honum sem að þú ferð ekkert á sveig neitt við, ef þú vilt þetta, komdu þá til Krists, því þar þetta. En ég get því miður ekki gefið þér aðganginn á honum, eina sem ég get gert er að bara segja þér veginn, fræða þig veginn og vitna, annað vegið allavega bara þessa dvöl mína sjálfur. Hún er að tala sterkast til allra manna og kvenna, því að vitnisburður minn og vitnisburðurinn, hann er sannur. Hann er þín reynsla, hann er mín reynsla. Og reynsla manna og fólks er sannleikur. Og þetta vitum við. Ef þú dast í sjóinn fyrir einhvern, hvort sem er löngu eða síðan, löngu eða stutt síðan, og þá leiðir nú ekki vel. Jafnvel komst þú hugsun upp, er þetta búið? Ég man eftir því að ég voru á togara einu sinni og stórt og mikið skip. Og þau tóku nú ekki margar skvettur inn af sig, þessir togarar, þeir voru stórir og miklir. Með háar og mikla lunningar, upp undir mannhæðar háar lunningar. Og sjórinn er iglóttur og hann er kraftmikill og það kemur, við vorum að toga á hlið, aldan var á hlið og það kemur ein risastór skvetta yfir lunninguna og það bara fyllist á milli lunninga, það bara flæddi á milli lunninga sem þó voru, eins og ég var að segja, mannhæðar háar og við vorum þarna, vaktin var á dekkinu og hún fór öll á flot og ég fór á flot og ég var alveg sannfærður það að ég væri fyrir utan, ekki fyrir innan. Og það kom strax upp þessi hugsun hjá mér, ég man eftir henni, er þetta búið? Og svo fjaraði undan og ég lenti á dekkinu og var alveg ægilega feginn. Nei, þetta var ekki búið. Og síðan eru liðin, hálfu öld síðan. Ég man alltaf eftir þessari hugsun, hvernig hún skaust bara upp, er þetta búið? Þannig að okkur er lífið kært, við viljum lifa, við elskum að lifa og vera í lífinu, en samt viljum við ekki öll ganga alveg og taka við Jesú sem segir við mig og þig, þú munt lifa þú deyir. Ég veit þetta í dag, en ég fekk þetta gjöf og ég vissi að dauði var ekki lengur mitt hlutskipti og þetta er bara vissa mín alveg fram til dagsins í dag og ég kann mjög vel við hana. Ég veit í dag að þú ert ekki fæddur til að deyja. Þú ert fæddur og fædd til að lifa með Jesú. Og það er einmitt það sem að þessi þáttur er að árétta aftur og aftur við þig og við mig og við okkur. Og við sem að trúum styrkistum í trúnni að við erum að gera það sem heldur okkur vakandi við trúna. Og grunnatriði þar, við notum þau, og þau eru orð Guðs. Þú lætur ekki hjá líða að lesa orð Guðs. Og ég hveti til að gera það daglega og ég óskaði til hamingju ef að það er þitt hlutskipti að lesa þetta Guðs orð daglega. Þú segir, ég hef nú kannski ekki þörf á því að vera að lesa þetta daglega. En ég segi, það er viss þörf á því. Því að svo mikið þekki ég þetta mál að ef þú byrjar að slöksast við að lesa orð Guðs, þá vittu til að þetta verður alltaf lengra tímabil sem þú ert að fást eitthvað við þetta orð. Þannig það er afl í heiminu sem heitir Satan og það er slungi. Það er þetta afl sem læðir til þín hugsunni, það er nú kannski ekki alltaf, það er nú kannski ekki þörf á því að vera alltaf í þessu orði. En Kristus segir, gerið þetta að ykkar daglega verki. Þannig að þessi öfl rekast alltaf á í afstöðu. Þetta afl sem að heitir synd, það vil bara að þú sleppir þessu, að því að syndin veit á hvaða leið hún er.
Hún veit alveg á hvaða leið hún er. Hún veit að henni verður allri moka ofan í eldstíkið eins og orð Guðs segir. En Drottinn vill ekki að þú sért með þar. En ef þú þekkir ekki Krist og ef þú gerir ekkert til þess að fá hann, þá endar þú það. Þegar þessu verður sópað burt, þá ert þú með í þessu sópi. Ég veit að þú vilt það ekki. En þú þarf trú til þess að skilja þetta með þessum hætti, að það sé nú kannski eilítil ástæða til þess fyrir því að þessi maður er að tala með þessum hætti. Við tölum sannleikann og þetta er sannleikur. Og við sjáum, þegar við áttum okkur á því að þetta er sannleikur, hversu mjög lífið er grafalvarlegt mál. Það vill leika sér og lifa með okkur auðvitað, það er líf. En við erum að fara illa með þetta líf og við gerum meira í því að fjarlæga Krist úr öllum okkar raunveruleika. Það er ekki rétt hjá mér. Það er mikið guðleysi í dag í heiminum og það hefur reyndar alltaf verið guðleysi í heiminum og það fer stigmagnandi núna. Og við sjáum hvað fólk er að leyfa sér sem að fyrir kannski hálfur öld og já, það bara hvarfla ekki að nokkrum manni, nú er þetta bara fyrir hvers manns augum. Alls konar synd, alls konar lifnaður sem að menn jafnvel mæra og skrifum í blöðum og gera góð skil. Af hverju? Að þetta er allt á niðurleið. Siðferði manna er allt á niðurleið. En ekki siðferði okkar kristinna manna, það helst bara á sínum stað. Staðinu sem Kristur setti það á. Þannig það er ekkert með í þessari þvælu. Og við sem að viljum bara að þetta sé svona fyrir okkur, við gerum það sem þarf til að þetta megi verða og við vitum leiðina. Við höfum ekki afsökun frá því að vera bara undir afli orðsins og þiggja bara ráðin hans og náð og miskun og vera undir þessu afli. Þá myndu lifa þó þú deyir. Líka með hverfur, það er rétt. En það sem að eftirstendur ert þú, sálin þín, er hún hólpin eða er hún ekki hólpin? Ég vil að hún sé hólpin. Og ég veit hvað þarf, þú þarfst að játa Jesú til að gera sálina þín að hólpna. Ég get ekki gefið þetta. Ég geti hins vegar hvattir til þess að vera áfram á þessum stað og hvet leið sjálfa mig, þegar ég eins og þú þarf að vera á þessum stað þegar einn dag förum við. Við vitum ekkert hvenær þessi dag kemur. Ég var að tala áðan þegar ég var ungur maður og á togurunum í gamla daga. Og þetta skeiði þegar við fengum okkur brotsjóun og launingarnar, það fyllti skipið afturdekkið bara launing á milli. Og ég var alveg viss um það að nú væri ég fyrir utan, ekki fyrir innan. Og ég hugsaði strax, er þetta þá búið? Og svo fór sjórinn á dekkinu og ég lenti á dekkinu eins og spriklandi þorskur. Og ég lifi. Og hér er ég enn. Þannig ekki voru endalokin þar. En þau koma. Og ég er alveg tilbúin undir þau því að ég lifi bara með Jesú í dag. Ég er ekkert að bíða neitt eftir þeim, en ég veit að þau koma. Og ég vil að sé gagna minni jarðist á meðan ég enn tóri, svo kallað. Og Guð hefur verið mér góður, hann hefur gefið mér hestaheilsu alla mín ævi og kraft og já, þannig sem maður hefur bara haft alltaf og þannig að starfsþrekið er alveg eins og það hefur alltaf verið, ég er svo gott sem, ekki mikil hnignun þar en kannski aðeins. Þannig að ég held ég myndi nú ekki treysta mér í sjómennskuna í dag, þó hún væri mitt hlutskipti í áratug, eða 1,5 áratug, eitthvað svoleiðis. En ég myndi nú held ég ekki treysta mér eitt í dag. Ég treysti mér í margt annað, til að mynda þetta. Og þetta eins og allt annað er líka vinna. Það þarf ástundana, það þarf að gera þetta af samviskusemi og vilja til þess að gera það sem er rétt og ég hef nú komist að því að
fátt er eins og rétt eins og að flytja fólki í orð Guðs. Þú ert að flytja fólki í orð Guðs og leið sjálfu þér og þú kemst að raunum það að þetta finnst þér eiginlega það skemmtilegasta sem þú gerir. Ég læt engan taka það frá mér að þetta er eiginlega það skemmtilegasta sem ég gerir. Það er að fást við orð Guðs, stunda mitt starf í kirkjunni og vera í kirkjunni og stundum þar og þetta er mín ær og kýr og hefur verið allar götur frá því ég gekk fyrst inn í kirkjuna og það var í kringum 2000 sem að það gerðist. Og þá var ég ekki 71, ef þú reiknar það, þá sérðu hvað þessi maður var gamall, aðeins yngri, nokkuð yngri. En sama trúin í hjartanu, sem hefur auðvitað vaxið ásmegin frá þeim tíma og ég er orðið miklu grundaðri og þar að leiðandi miklu skemmtilegri því að þau eru grundast í trúnni að þá líka kemur það vegna þess að þú hefur verið að afla þér þekkingar, betri og meiri þekkingar trúna og þá verður þetta allt saman miklu áhugaverðara og við eigum að gera allt sem við gerum áhugaverð. Og svo veitum við líka að það ráðist á trú og fullt af fólki jafnvel sem kemur gegn trú og jafnvel veitist að fólki að þetta er alveg til í dæminu að þetta sé. En það hnikar þér ekki til. Þú veist hvað er rétt og þú heldur við það sem er rétt, hvað sem aðrir segja. Þetta er þinn lífstíl, þetta er þinn lífsmáti og þú mátt eiga og hafa þinn lífsmáta og lífstíl alveg eins og allir aðrir. Og þú ert ekkert að hlutast neitt til það hvernig aðrir lifa. Kannski leiðbeinir fólki í gegnum orð Guðs og það lítur á það sem afskiptasemi af sínu lífi. Það er auðvitað erfitt að alhæfa neitt það hvernig fólk tekur þessu, en þú gerir rétt, þú gerir alltaf rétt þegar þú ert að benda fólki á orð Guðs. Viðbrögð eru bara svona og alls konar, en það fríar þig ekkert frá því að láta vita af því, alveg eins og ég fekk að vita því að það væri til Kristur. Ég oft vitnaði það af vinur minn sem kom til mín í nokkra vikur, hann á vefið og var alltaf með litla kveri sitt sem hann hafði í brjóstvasanum og hann las fyrir mig. Spurði mig hvort hann mætti lesa fyrir sig og ég sagði alltaf já. Og þetta svo sem bara þaut fram hjá eyrunum mínum, alveg svoleiðis á 1000 km hraða, þangað til ein setning kom. Hún smelti sér í gegnum eyrun og niður í hjarta og það var þar og er þar ennþá. Hvað 40 árum seinna? Já, það er eitthvað 40 ár síðan þetta var, segir við Hafnfirðingarnir, en svo seinfattandi að það tekur okkur svakalega langan tíma að fatta hvað gerist og 5 árum seinna eða 4 þá frelsast ég. 4 árum frá því að þessi ár komu, þá frelsast ég. En ég segi í dag, þó ég áttaði mikið á því þá, að það voru þessi orð sem að leiddu mig til Drottins. Þannig það er aldrei tilgangslaust, kæri vinur, að flytja orð Guðs og lesa beint upp úr orði Guðs, því að orð Guðs, beint upp úr orði Guðs, frelsar þig, ekkert annað. Og þessi orð blunduðu með mér og ég man alltaf eftir þessum orðum, þau voru alltaf að skjótast upp og ég vissi alveg hvaðan þau voru komin og hvernig þau voru til mín komin. Og en nokkru seinna, að þá áttaði ég mig á því að þetta eru orðin sem að leiddu mig endanlega til Krists. Ég var ekki í neinni kirkju, ég var ekki í neinu söfnuði, ég var ekki í neinu söfnuði en í neinni kirkju fyrir eitthvað 12 árum seinna. En ég var bara einn í mínu herbyggi. Og ég, frelsast, bara bang, bingo, og ég segi það er til Guð. Það var allt og sumt sem ég sagði. Já, það var til Guð og er til Guð og ég er að þjóna enn þessum sama Guði en fyrir margt löngu komin í þjónustu hjá þessum Guði sem að ég sá þá. Af hverju sá ég hann? Af hverju var ég svona viss? Af því ég þekkt hann þá. Hei, hann er til. Annars hefði ég ekki talað svona. Þannig við sjáum af þessu að öll eru við sköpun Guðs. En við fæðumst inn í syndina
og það hjúpur, það bara veggur. Þú stoppar þar. Hinum megin við þennan vegg Guð. Svo dettur veggurinn niður. Þú segir, hei, það Guð. Hann ekki lengar frá þér en þetta. Veggurinn stoppaði skilningin. Þetta það sem syndin gerir. Hún veggur sem hún sér ekki í gegn, en þegar Guð segir, nú komið að mér að eiga við þennan einstakling, og þá fellur hann niður og hér ég, og ég sagði, já, það til Guð. Seinna fór ég að velta því fyrir mér í óbýtu, ég þekkti þennan. Og það alveg rökrétt að hugsa sem svo, því að það bara staðfestir það að Kristur skapaði. Þú sköpuð vera. Og að því þú sköpuð vera, þá ertu einhvers. Og ef Guð vill, þá leyfir hann þér að þekkja sig. En þessi skilningur og viss að kom ekki fyrir mörgum árum seinna, eins og ég var að tala um á það, við Hafnfirðingarnar eru svo seinfattandi. Það tekur okkur alveg óskaplegan tíma að fatta ýmislegt og það tók mig mörg ár að draga upp þessa mynd. Og hún alveg skýr í dag. Það ekki einhverjir áratugir á milli. Þú sér að þetta 89, en þessi orð koma til mín 85. Ég frelstast 89. Þannig allt tekur þetta tíma og allt þetta bara á þeim hraða sem Drottinn vill. Og hvað var ég að gera? Þangað til ég bara stundaði mína vinnu og var bara venjulegur konni úr Hafnarfirði. Að vísu bjó ég nú ekki í Hafnarfirði þá, ég bjó í Reykjavík og fer þaðan til Neskaupstaðar, eins og ég ótt búin að segja. En þá var ég frelsuð, manneskja. Og ég var alltaf aðdragandi að því, akkur ég fór þangað. Ég var nú farin að hugsa mér til hreyfings að gera eitthvað. Og ég var að lesa, það var nú komu enn út dagblöð og ég að fletta dagblaðinu. Ég keypti, ég held ég var nú verið áskrifandi á dagblaðinu þá, DFF sem sagt. Og þar verið að tala um Pólverja sem verið að flytja inn til að vinna í Neskaupstað. Ég man alltaf eftir því að ég orðaði þetta þannig með sjálfum mér að úr því að það verið að moka inn Pólverjum í Neskaupstað, þá hlýt ég að fá vinnu þar. Og það var svona upphafið að því að ég fór að leita mér að húsnæði þar og auglýsti eftir húsnæði. Ég man ekki hvað ég var gamall þá, ég tilgreindi nafnið mitt og aldur og að þessum manni vantaði vinnu og húsnæði. Og svo var ég búinn að afskrifa þetta, það liði eitthvað 2-3 vikur og það gerðist ekki neitt. Þangað til dag einn að það hringir síminn. Á hinum endanum kona. Hún spyr mig hvort að ég sé búinn að fá húsnæði. Ég hvað nei við og hún sagði, ég með húsnæði. Já, það þarna niður, já, og það skiptir ekki máli hvað það er. Þetta raðhús. Já, ég hef nú ekkert að gera við raðhús, sagði ég. Þetta mjög lítið raðhús og þetta alveg allt ekkert mála fyrir einn að búa í þessu. Ok, ég sló til, leistu vel á og upphæðin sem átti að greiða mánaðarlega í leigu var nú frekar lág, ég veit það ekki. Nema hvað það bara, ég slæði bara til. Og svo fer ég heim til þessara konu, manneskju, og gerir samning þar. Og ég man ekki hvort ég greið, ég held ég hafa nú greitt fyrstu leiguna þar. Og svo fer ég með mitt hafurstask til Neskaupstaðar. Og þá voru ríkiskip ennþá í gangi og ég fæ flutningabíl og tek þetta dót sig á og hann fer með það borð í, man ekki hvort það var Esjan. Og ég flýg, sem sagt, sama dag austur, þá var ég búinn að fór og hitti konuna og konuna og móður hennar sem var öldru manneskja þá og þau láta mig hafa lykilinn að þessu húsi. Og ég held áfram og tek rútuna til Neskaupstaðar og hafði aldrei komið, ég hafði aldrei þá komið til Neskaupstaðar nema í eitt einasta skipti mörgum árum fyrr á skipi. Og ég man eftir því ég fór þaðan frá bryggjunni upp á pósthús. Það var ekki annað, ég þekkti ekkert til þar.
og ég vissi ekkert að ég þekkti nokkra manneski þar. Og ég sem sagt fæði þarna húsið og skoða það og leist vel á. Svo þetta var nú svona ekkert stórt, bara fínt fyrir einn þess vegna. Og ég kíki hérna niður á skemmu þar sem að skipið átti að koma kvöldið. Já, eitthvað svoleiðis. Og ég svona fór að velta fyrir mér og nefndi þetta við þann sem að sá skemmuna. Hvar fær maður sendibíl hérna í Neskaupstað? Já, segir hann, nú teppinn maður. Þegar svo vildi til fyrir nokkrum dögum síðan, þá var það einhver ung kona í bænum sem ákvaða að starfrækja sendibíl. Þannig að við slóum bara þráðinn og hún kom bara þegar skipið kom og við fluttum farangurinn minn upp í húsið. Það er svo tilvinn minn að það er komin hérna sendibíl. Og ég þáði hann og ég held að hún greiði að hún ekki starfa nema ég stutt. Sjálfsagt er lítið fyrir hann að gera en ég naut þjónustu sendibílsins þennan dag. Man ekki alveg, það var nú annað þegar fór, þá var nú engin sendibíl og ég tók bara flutningabíl sem að flutti dótið mitt heima frá mér og suður til Hafnarfjarðar. En það var löngu seinna. Þannig byrjaði þetta nú allt hjá mér. Og þá var ég kominn með Drottinn og hann leitaði þetta allt saman frá til lög. Ég man alltaf eftir því, það var merkilegt. Það voru náttúrulega naglar á veggjum. En þó ekki fleiri naglar en á veggjunum með það. Ég átti þá á þeim tíma nokkra myndir, að það fylgdu manni alltaf myndir, það er nú ekki lengur. Og það stóð á endum að þegar síðasta myndi var komin upp á vegg, þá voru naglarnir allir sérstaklega nýttir. Mjög nákvæm. Svona Guð. Og ég merkti Drottinn í þessu öllu saman. Ég veit ekki hvað þér finnst þetta, en þetta er það sem að skeiði. Þá var ég með Biblíuna, þá var ég komin með Biblíuna. Ég átti lengi ekki Biblíu, en var komin með hana þá. Og las, byrjar að lesa daglega. Já, ekki annars, byrjaði fljótlega á að lesa daglega. Og vissi svo lítil skil á því hvað Biblían hefur að segja. Og þar naut ég ríkulegra kennslu því að ég var einnig sem ég oft sagði með mína trú og ég var algjörlega að stóla á Jesú. Ég bara stólaði algjörlega á hann að hann sæði til þess að trú minn yxi. Þannig ég gerði þessu þurfti til að það yrði og fór alltaf í Norðfjarðarkirkju. Þá voru samkomur messur þar annarkvöld sunnunda og ég var alltaf í messunni. Þannig að þetta trúin óx alltaf. Hún stoppaði hvergi og hefur ekki enn stoppað. Og það tel ég vera mikla Guðs gjöf. En ég hef sem sagt alfarið einhent mér í þetta og hefur núna verið í þessu í bráðum 30 ár eða 25-6 ár og ekki gert neitt annað. Ég veit ekki hvernig þetta tala til þín, en þetta er mitt hlutskipti í trúnni og sjálfur er ég mjög svo sáttur við þessa leið því að ég vildi strax að Drottinn notaði mig. Og hann gerði það strax að hann sá vilja minn til að gera sinn vilja, að þá líka stígur hann fram með verkefni og þetta gildir ekkert bara fyrir mig, þetta gildir líka fyrir þig, hvað og eftir sem þú ert að gera, það veit ég ekkert um. En þetta var það sem ég gerði og ég sé ekki eftir neinu þar. En við erum með í þætti sem að lesa alltaf eitthvað aðeins í orði Guðs og þetta er þátturinn sem hvetur þig að orði Guðs og segir við þig og okkur og mig sjálfan að berðu ábyrgð á lesturinu sjálfur og sjálf. Taktu frá tíma, agaðu undir lesturinn og þú myndir ekki sjá eftir því að þú hafir gert það. Þetta er mín reynsla
og þetta væntanlega verður líka þín reynsla, en þú verður að gera þetta. Þannig að við erum án afsökunar ef við erum ekkert að vaxa í orði Guðs og við erum líka án afsökunar ef við erum að láta afvega leiðast af öðru fólki sem að svo sem meinar ekki illa en veit ekki betur. Við eigum sjálf að vita hvað orðið er að segja og þess vegna erum við með orð Guðs okkur í hönd vegna þess að við viljum vera vel á okkur þar. Og það hefur maður séð gegn tíðina að það er aldeilis engin bábilja að vilja fara þessa leið. Þetta er algjörlega, þetta er ekki skilyrði, hann skikkar mann engin í þetta, en þetta er það sem ég veit bara sjálfur gera. Og við erum núna í Jesaja og við erum í 63. kafla, við skulum byrja að lesa hérna 1 vers frá og með 7. Ég vil minnast velgjörða drottins, syngja drottni lof fyrir allt sem hann gerði fyrir oss. Hina miklu gæsku drottins við Ísraelsk ætt sem hann sýndi henni af miskunn sinni og miklum kærleika. Því hann sagði, þeir eru þjóð mín, börn sem ekki bregðast og hann var þeim frelsari. Kristur er frelsari minn og ég bakka ekki með það. Og fyrir það verði ég ævinlega þakklátur. Og það er því sanngjarnt að maður gerir það sem að manni snýr, hvað trúna varðar og láti aðra vita það sem maður á og sé líka í því að uppörfa menn og hvetja menn á sama stað. Því ef ég varðveit ekki mína trú, þá gætir þú ekki varðveitt hana fyrir mig þó þú vildir það. Þannig það er alveg ljóst að sumt verðum maður að gera sjálfur. Og þess vegna erum við með hana þátt sem segir okkur að við verðum að gera sumt sjálf í Jesú nafni því að það er engin þannig sé heimsendingar þjónusta hjá drottni. Það höfum við fengið að sjá og ef maður er ekki viljugur til verkana í Jesú nafni þá er maður bara raun og veru að missa af og það ætti ekki að verða hlutskipti nokkurs manns sem á annar borð þekkir og heldur í þakklætið vegna sinna trúar. Þú var aðtúa það að trúin gaf þér leiðina frá dauðanum til lífsins. Og ekkert minna heldur það. Þetta er það sem trúin kennir. Þetta er það sem hún vil segja við þig og segja við mig og stendur á sínu alveg kikkföst. Þannig að við erum án afsökunar ef við gerum ekki þessi verk. Þess vegna hvetjum við hvort annað til að vinna þessi verk og vinna þau samviskusamlega og vanrækja ekki okkar safnaðarsamkomur og vanrækja ekki heldur lesturinn heima. Og best er að hafa hann daglegan. Og best er auðvitað ef að það er mögulegt að finna sér bara tíma fyrir lesturinn. Ég er ekkert að tala 2-3 tíma lestur á dag. Ég er kannski að tala 10 mínútur korter á dag, eitthvað svoleiðis. Og þetta er fínt. Þú ert á þessu stað, þú ert að sýna vilja Guðs í verki og þetta mun allt saman hafa þau áhrif til góðs að þú vext í trúnni af þekkingunum á orði Guðs. Það er réttur vöxtur og þér verður æminna hættið að láta leiðast af orðum mann og kvenna, jafnvel málglöðum mönnum, menn geta nú verið mjög sannfærandi, að því þú veist betur. Þú veist þetta alveg til jafnse hvert sem er. Er þetta roki? Því ég segi stundum að ég veit ekkert hvað þér finnst vera roki, en ég segi þetta er bara sannleikur. Við þurfum að bera svo litla ábyrgð á trúnni okkar eins og öllu okkar lífi. Því að þú stefnir með þitt líf bara þangað sem þú vilt, eins og með trúna. Ef þú ert ákveðin í því að varðveita og rækja trúna, þá gerir þú það. Það mun engin hlutast neitt til þetta mál fyrir þig. Það er engu það heimilt. Annar að skipta sér af. Að skipta sér af er að þreyta menn. Við eigum ekki að vera á þeim stað að vilja þreyta fólk. Þess vegna leyfum við bara mönnum að lifa sínu lífi og ef okkur finnst þeir vera eitthvað að mistiga sig, þá höfum við alveg fullt yfir til þess að leiðrétta það, en meira getum við ekki gert. Ef maðurinn er búinn að fylla sig af þrosku og hroka og fyrir að skandilera með það, þá getur verið erfitt
að koma neinu tauti við hann og það verður þó bara svo að vera. En þú gerðir þitt og þú getur verið sáttu við það að því að þú ert að lesa orð Guðs og rækja þitt samfélag sem er svo mikilvægt. Það er svo mikilvægt að rækja sitt samfélag og gefa ekki eftir í því. En menn eru ýmist alveg svoleiðis staðfastir í samfélaginu en svo eru þeir bara sjálfstyrki þess á milli. Að þeir eru ekki alveg heilsugar í trúnni. En það verður við að vera. Ég hef þurft að vera heilsugar við mína trú til að fá úr trúnni það sem ég vil og ég hef verið það. Að því það er mitt val. Og ég veit alveg hvernig stend í Guði. Ég stend bara nokkuð keikur. Og það veit ég að aðrir sem þekkja mig taka undir. Ég veit margar sem eru mjög keikir í sinni trú hafa aldrei kveikað frá sinni trú. Vegna þess að þeir eins og ég hafa bara verið að gera það sem þarf. Það er nú ekki, afrekið er nú ekki meira en það. Við gerum bara það sem þarf. Og það sem er fyrir okkur fyrir bestu. En hér er þáttur sem þú ert í sem að hvetur þig að borði Guðs hvað Biblíuna varðar. Þú sér að það er mjög einfalt að fletta upp í henni og opna hana og lesa hana. En kannski eru sumir þannig að þeir opna hana og svo loka henni aftur og ganga frá henni sem er ekki rétt nálgun við Biblíuna því þú þarft að lesa stafina og orðin sem eru fyrir fram að þig. Og það er einmitt það sem við ætlum að gera núna. Og við erum núna í fyrra bréfi Páls til konundumanna. Mjög merkilegur karakter Páll postuli. Já. Við svo lesa 11. versi, við erum í 10. kafla fyrra konundubréfs. Allt þetta kom yfir þá sem fyrirboði að það er ritað til viðvörunar okkur sem endir aldanna er komin yfir. Sá er hyggist standa gæti því vel að sér að hann falli ekki, þessi góður. Þú hyggst standa og ég hyggst standa og ég og þú með mér allar gæta einn á að við föllum ekki. Freistingin er undanfæri falls, þannig við gætum okkur á að okkur sé ekki freista. Okkur gætum okkur á því að við erum manneskjur. Við erum veiklundar manneskjur og við höfum oft freistað. En kannski ekkert orðin eitt meira úr henni en þetta. En við fundum að okkur var freistað. Þetta segir okkur það að við erum veiklundað fólk. Og það er gott að fá svona til sín því að við þurfum að standast þetta. Og þá til að standast þetta og vera svona aðeins tryggar í því þá gerum við það sem við að okkur snýr og núna erum við með orð Guðs fyrir framan okkur og við erum að lesa orð Guðs og það er mikil og góð styrking í orði Guðs og þetta veistu líklega. Já, sá sem ekki standa gæti því vel að sér að hann falli ekki. Þið hafi ekki reynt nema það sem menn geta þolað. Guð er trúr og lætur ekki reyna ykkur megn fram, heldur mun hann, þegar hann reynir ykkur, einnig sjáum að þið fái staðist. Þess að treystu Guði og allt hitt er gull tryggt. Það er góð biti sem segir okkur það að við verðum að rækja samfélagi daglega. Við verðum að stunda Guðs orð daglega. Við þurfum að biðja daglega. Og við þurfum að sækja í samfélagi og á það stundir sem að samfélagið hefur. Þetta er allt saman okkur til góðs. En við veitum líka að sá tími til að mynda er núna, nú er að koma jól. Og þá má búast við því að það ekki nú aðeins en af hverju. Því að fólk er ekki allt heilsugar við trú sína. Það er þess vegna sem þetta gerir. Ég veit að nú ertu alveg hrikalega móðguður. En þetta er svona. Við erum ekki alltaf þetta heilsuga fólk sem við segjumst vera. Við þurfum bara að tala sannleikann, kæru vinir, og við þurfum að taka við sannleikunum. Því við vitum á bakvið þetta að þetta er rétt. Við vitum alveg að stundum gætum við tekið okkur taki og orðið aðeins svona ákveðnar í okkar trú. Við skulum bara byrja á því í dag.
nú er réttur tími. Því að dagurinn í dag, hann er alltaf réttur tími til að gera það sem rétt er. Það er alltaf réttur tími að færa sér nær Guð í þessum degi. Þannig við skulum bara gera það og enda þennan ágæta þátt með þessum orðum. Og þá ger ég svona, þú veist hvað þetta merkir, eða ekki? Hann er að kveðja. Og við sjáumst að viku liðinni með nýja þátt og ég þakka fyrir mig.